Velkomin á sýninguna okkar dýrin í Hálsaskógi. Í Hálsaskógi samfélag dýra ekki ósvipað því sem gerist hjá okkur mannfólkinu. Sagan fjallar tillitssemi það að venjast að lifa sátt og samlyndi og hvernig samhleypur öllum til góðs. Svonum skal ég ná, þá er best að fela sig svona nægjum eftir. Held ég mig að starfið í getur samlað mér 10 handa frængu og 3 handa mér og orðin get ég átta þá eru 12 að bjóða hér að stubbi skiptum fyrir Hunarsköku góða. Ég er að koma frá Hérastum bakara. Þar keypti ég stóra fína köku þegar amma mín er að koma í heimsókn í dag. Nú vona ég bara heiti ekki hann eitthvað refaleiðin því hann er hættulegur. Hvað ertu með í kökunni? Bara köku. Láttu mig fá hana. Nei, hún amma mín er að koma í heimsókn í dag og hún á að fá hana. Láttu mig á kökuna, annars ét ég bæði þig og kökuna. Nei, hún amma mín á að fá hana. Gætið ykkar. Það stendur veiðmaður bak við tréð. Hvað varstu að segja? Það stendur veiðmaður þarna. Þarna. Hvað varstu að segja? Þannig að gabba ég mikið þengin veiðmaður bak við tréð. Hvar er hún sem? Þetta skaltu að borga krákuskratti. Hér kemur lilli mann klifur mús sem gætir berinn í sérhvert hús og reglulega söng og músík mús og meistara gítara sláttur mús. Tralalala, tralalala, tralalala. Ó, hjálpi mér, þarna séu skottið á röfnum. Ó, hjálp, hjálp. Músa rakst mig. Mikið sorglegt að reiður skulu ekki geta kliðað í trjá. Segðu bara að ég skal ná þið þá síða verði. Hvert er að þurfa að bíða lengi eftir því, Mikki? Það sitja hér og bíða að þú dettu niður. Er þið nokkuð á móti skapið þótt ég rauli svo lítið? Syngdu bara, ég er bara gaman að því. Þegar hann fyrir að syngja, getur hann gleymt sér og dottið niður. Ég raular kvæði refinn sem ég bý. Í græðgi vill hann gleypa hinn góðu skógardýr. Já, þetta er sorgarsöngur víst, því sagan illa fer. Hæfalir í fættir rúllan ræ, nú vestur en fyrir. Einn dag hann var á veiðum, þar voru músar húrð. Þar rak hann gular glyrnur í gráa
svor á svipinn og sagði gott hjá þér. En bíddu bara góða, ég bíða skal þín hér. Svo tautaði hann við sjálfan sig þú síðsta leikinn átt. Hæfalir í fallir rúllar ræ, hún brölti niður brátt. Var þetta ekki skemmtileg vísa, Mikki? Það mesta bull sem ég nokkuð tíma heyrt. Þá hefur þú ekki mikinn vit á skáldskap. Ég skil alltaf mjög kæri með maður svelja og bræði mér til agna. Dvel ég í draumahöll og dagana lofa, litlar eins löndin öll liggja nú og sofa. Svífur á djúpúðar, dýr til hvílun ganga, einnig sofnar skollu skal, skottið undir vanga. Hann sofnaður? Þetta var bara besta mús. Það datt mér í hug, þá er best að forða sér. Heyrðu Lilli, þetta var falleg vísa. Heyrðu Lilli, láttu ekki eins og sért ekki hérna í sér. Hvert í logandi það verið leikið á mig aftur. Jæja, þá fer ég bara til Hérastuðs bökur og fara alla á kökuður hans. Nú erum komin til hans Hérastuðs bakara. Við skulum fylgjast með hvað hann er að gera. Bakardrengur, nú átt þú að baka piparkökur. Á ég baka piparkökur? Þú ekki að kunna baka piparkökur. Ég hef aldrei áður bakað piparkökur. Það er engin vandi að baka piparkökur. Við höfum okkar eigin piparkökusöng. Piparkökur, bakarskökur, gerðar maður tekur fyrst af öllu steikar pottinn með kíló margarín. Læðir yfir eldismjöri er það mesta sem hann görir. Er að hræra kíló sykur saman við það fyllin mín. Og öllu þessu lokið takast 8 eggjarauður saman við og kíló hveitispræðir og því potti vel. Síðan á að setja í þetta bara aðeins 2 skefni par. Svo er það að móða degi breiða það svo út á fjöl. Já, það var engin vandi að baka piparkökur þegar maður kann piparkökusöngi. Já, og byrja nú. Já, byrja nú. Þegar piparkökur, bakarskökur, gerðar maður tekur fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Hrærir yfir eldismjörið er það næsta sem hann görir. Er að hræra sykur saman við það hillir mín. Var það ekki alveg tyski? Jú, Það var tyski. þegar öllu þessu lokið takast 8 eggjarauður maður þær og kíló hveitispræðir og í potti vel. Síðan á að setja í þetta bara aðeins kíló pipar. Atjú! Svo er þá að nóða degi breiða það svo út á fjöl. Atjú! Bakardrengur, hvernig gengur? Ef við 30 þarf fullbakað að gámsetta piparkökur.
Lof mér smakka eina. Hvað ósköpunum hefur þú gert? Alveg eins og sagði mér að gera. Það hefur þú alls ekki gert. Lof mér að bragða eina. Ég gerir bara alveg eins og segir í piparkökusöngurinn og við verðum að heyra hann. Þegar piparkökur bakast kökur gerða maður tíkur hlustar börnur steikar bóðin og það fín og bakarín. Ræðir yfir eldismjörið þetta næsta sem hann gjörir læra tíski sígur. Tíski sígur? Öfnum þessar lóki takast alltaf ægjarið við og kílógauðins væri lóki búti við. Síðan á að setja í þetta bara aðeins kílógauð. Hæ? Heilt kílógauð? Nú erum allar kökurnar ónýttar. Kannski getur við keypt þær? Kannski kemur eitthvað sem finnst svona kökur góðar bragðið? Engu við svona kökur góðar. Og snáða fram. Heyrðu meistari, ég held að Rífan sé fyrir að koma til allar kökurnar á okkur. Heyrðu meistari, með það ráði ég. Við finnum allar kökurnar sem til í bakaríinu og setjum ofpipruðu piparkökurnar í staðinn. Það góð hugmynd. Það var allar þessar kökur. Það verða 3 krónur til 10. Bull og þvæla, ég borga ekki. Það borga ekki fara eitthvað kökur. Samir mér. Afi minn sagði sko stolna kökur og vandarlega en kökur sem keyptar að heiðan hátt væru sætar. Hann afi þinn var ruglu, taldi þetta vera bullum, súru og sæti kökurnar en hér eru 10 aura og sjá hvað setur. Þessi var bara góð. Já, hann afi minn. Hættu að það hann afa þinn. Nú fer ég heim og næði peninga þar að borga. Þetta er svo sannarlega vel. Já, við erum líka bara allar kökurnar á okkur. Húrra, húrra. Einu fluga gera skur, það geta svo svipur. Anna bræða magarinn, anna hverja sunningin. Massa góðar kökur, og þar kökur eru til í því næsta fínastund. Einu stór og önnur smá, alla finna til að sjá. Rjóma rosa fúri. Það heilsar góðir. Lilli svaf allan mánudaginn því það var heitt í veðri í skóginum. Þegar hann vaknaði um kvöldi var hann svangur. Nú er of seint að fara að tína hnetur. Það er svo sem ágætt, mér leiðist það svo ógurlega. Hér kemur Lilli, hann klifur mús sem gætir bering í sér hvert hús og reglulega söngla mús og meistara gítara sláttur mús. Heyrðu mús, þú mátt ekki hafa svona þegar börnin eru farin að sofa. Ég hef ekki tjátt, ég er bara að syngja. Það er alveg sama, þú verður að hætta. Þú vekur börnin. Ef ég fyndi nú hnetuþjóf í kjallaranum hjá íkorna pabba og mér tækist að taka hann til fanga, þá væri mér borgið. Lilli fer inn í húsið í kjallaranum og þar eru hnetur í stórum dalli. Er nokkur hér? Ansans vandræði, þá hef ég ekkert hér betur að gera en ég ætla samt að fá mér eina hnetu. Þessi var bara góð.
nokkur hér? Nei. Gjöðu fram, ég til þín. Ansans vandræði. Ég verð að fela mig. Hamingjan góða, hvert ég eiginlega komin? Lilli lítur hissa í kringum sig þegar hann komin í barnaherbergi íkonafjölskyldunar. Litlu íkonasystkinin þau Pési, Lís og Tumi voru nýhátt og áttu að vera að sofa. Nei, Lilli klifumús í heimsókn. Húrra, húrra! En gaman að sjá þig, Lilli. Já, þú ert svo skemmtilegur. Hvað gengur á börnin góð? Hvaða vitleysa er þetta? Æ, frú íkorni, mamma, ég var bara staddur hérna í grendinni og mér datt í hug að heilsa góðum vinum, en lenti inn rangar dyr. Komstu ekki inn í dyr heldur en gluggann, Lilli frændi. Það skiptir engu máli. Nú leggist þið aftur og farið að sofa. Sussis! Við þurfum ekki svo fyrst Lilli að koma inn. Þú verður að minnstakosti að syngja lag fyrir okkur, Lilli, er það ekki? Jú, ég skal syngja svo lítið refinn sem beið við tréð og ég veit. Já, syngdu refinn. Át hann þig? Nei, mér tókst að gabba hann. Ertu komin? Já, ég var staddur hérna í grendinni og Góð hugmynd. Þið verður að syngja lag fyrir okkur. dvel ég í draumahöll og dagana lofa. Litlar mísum löndina liggja nú og sofa. Svífur á Júpíter í hvílu ganga. Einnig sofnar skolli skam, skottið undir vanga. Skógamúsan kemur eftir stígnum með stóra reglu spennta yfir höfði sér. Hún er amma hans Martins. Hún brosir og heilsar öllum sem hún þekkir. En suma vill hún fyrst að hitta, þess vegna gáir hún vel að sér í hverju spori. Þegar litla músin úti er, alltaf verður hún að gáa sér. Þarna margur þrællinn fer á grein, það sem þægði hverjum frænding lilla músastein. Kannski fær hann mig, kannski fær hann þig, kannski fær hann tralalei. Úff, úff, hafið þið séð nokkra mús á ferli, ég hef ekki fengið mætt í 4 daga. Úff, úff. Nammi, nammi, namm, þarna kemur indælis músasteik, alveg mátulega stór hérna mér. Ég fer nú á bíl. Ó, hver liggur þarna í reyni? Það er broddgöltin, ég verð að forða mér. Haha, nú nægir hann á mús. Á! Á! Æ! Amma skógamús svífur og lendir úr hús Martins. Nei, amma mús, gaman að sjá þig, komdu sæl og blessuð. Komdu sæl, elsku drengurinn minn. Nú munaði litli að bati broddgöltur að þið héti mig. Mér finnst svo sorglegt að öll dýrin í skóginum vilja borða hvort annað. Satt segir en svona hefur það alltaf verið. Ég veit að öll dýrin í skóginum geti verið vinir. Eða öll dýrin í skóginum geti verið eins góðir vinir og bánsapappa og fjölskyldans. Það geti allir hjálpast að. Best að fara til hans og tala um þetta. Bless, bless. Blessaður. Nú
úti í bánsahúsinu. Bánsamamma önnum kafin því nú þvottadagur. Í dag mánudagur og nú fæ ég stór þvott. Ég skal hjálpa, ég skal setja þvottinn í hrúgu. Ég sæki vatnið. Nú skal ég leika og ég ætla að fela mig í þvottinn og það veit mamma hvað orðið mig. Jæja, þá best að byrja og halli í vatninu ofan í. Hjálp, þetta áttu ekki að gera. Hvað ertu að gera, Bánsvilli? Jæja, best að þú þig bara í leiðinni. Þú þarf ekki að fara í bað og laugardaginn. Baðar litla Bánsamamma, svo hugur mamma klár. Hann skal nú fá reynafall, hvað sem verður seinni kvöld. Höfðu skáman jána þér og hálsinn kóla svartur er. Undir náðir alveg hvað eru skrýtnar tær. Betur skal ég bánsa minn, busta á þinn nefnbrotin. Einnig á í eyra þinn, elsku krúti minn. Busla bánsi mann í balanum að við sig kann. Nú svona ekki neitt á okkar landi hrein. Á meðan Bánsamamma var að þvo þvottinn komu Marteinn og Lilli Klifmús í heimsókn. Góðan daginn, Bánsamamma. Nei, góðan daginn. Verið þið velkomnir. Þakka þér fyrir. Við erum komin til að tala við hann Bánsapappa. Já, gjörðu þið svo vel, hann inni í stofu. Bánsapappi, við Lilli höfum búið til lög fyrir öll dýrin í skóginum. Þetta líst mér vel á. Köllum saman öll dýrin á morgun við stóra eikatréð. Ég skal hengja upp auglýsingu. Snemma næsta morgun komu öll dýrin á fundarstaðinn í skóginum. Dýrin veltuðu fyrir sig hvaða erindi Bánsapappi ætti við þau. Þegar öll var mætt sté Bánsapappi fram fyrir stóra eikatréð, hringdi bjöll og hóf mál sitt. Ljóð! Fundurinn er byrjaður. Kæru vinir, okkur getur öllum liðið vel hérna í skóginum ef við erum bara góð hvort annað. Ég hef heyrt að Patti Braggart er að vera eitthvað að éta með mús. Og að Mikki refur hafi reynt að éta Martein skógamús. Nei, það var alveg það var Martein skógamús sem læddist á eftir mér og reyndi að éta mig. Hvaða vitleysa! Hér eftir eiga öll dýrin í skóginum að vera vinir og ekki borða hvort annað. Hvað eigum við þá að borða? Þú getur borða alls konar grænmetisrétti eins og við hin. Þeir sem bara borða kjöt og bjúgur alla daga, þeir feitir verð og flóna því og fá svo illt í magann. En gott að borða gullnótin að tróga brauðið eins og líka krækir mér og kartöflur og flatbönnum meti. Þá fá allir metta magann og svo borða alla daga eins og löppin út í hagann leysist með og leti. Fyrst við erum öll hér saman komin skulum við syngja vísurnar hann Bánsapappa. Hann á einmitt afmæli nú þessa mundir.